Þá skoðum við andlag og enn erum við í setningafræði, þannig að hér erum við ekki að greina í orðflokka, við erum að greina stöðu í setningum. Mjög oft eru setningar byggðar upp einhvern veginn þannig að það er einhver sem gerir eða er einhverjum eitthvað. Það er einhver sem gerir einhverjum eitthvað eða einhver sem er eitthvað. Andlag er ekki sá gerandinn, það er frumlag, en andlag getur verið sá sem að verður fyrir því eða það sem að viðkomandi fékk. En það er langbest að finna andlag í setningum út frá málfræði en ekki endilega leita að svona merkingu í setningu, þó að þeir sem eru lengra komnir þeir geta orðið mjög flinkir í því að finna andlag og frumlag bara eftir því hvernig setningin er byggð upp og þurfa ekki að skoða málfræðilegu einkennin. En við skulum skoða þau. Andlag er alltaf fallorð, það fallbeygist sem sagt, og það er alltaf í aukafalli. Það er ekki nefnifalli, það er í þolfalli, þágufalli eða eignarfalli. En það er ekki sama hvernig fallorðið lenti í aukafalli, það þarf að vera vegna sagnar. Sagnorðið þarf að hafa byggt fallorðið. Og við vitum að fallorð geta byggst líka vegna forsetninga og það eru ekki andlög. Við skoðum þetta betur á eftir. Ég hitti konu, það er kona andlag, alveg skýrt og tært andlag. Kona er fallorð í þolfalli sem er aukafall og það er áhrifssögnin að hitta þarna fyrir framan. Eins skýrt dæmi andlag og mögulegt er. Og stundum eru jafnvel fleiri en eitt andlag í sömu setningunni. Hér til dæmis er setningin Karl Jóhann gaf Ástu Margréti bók og þarna hefur sögnin að gefa byggt bæði orðið Ásta Margrét og orðið bók og reyndar í sitthvort fallið. Áhrifssögnin er gaf og Ásta Margrét og bók er í aukafalli en Ástu og Margréti er í þágufalli og bók er í þolfalli. En þetta eru samt allt andlög. Ástu, Margréti og bók eru andlög í þessari setningu. Þetta hins vegar er ekki andlag. Ég er maður. Þannig er vissulega sögn að vera en hún er áhrifslaus. Hún beygir ekki fallorðið. Maður er þarna bara í nefnifalli og fallorð í nefnifalli eru ekki andlög. En þetta er hins vegar andlag. Ég hitti mann. Þarna hefur orðið maður beygst í þolfall úr nefnifalli og nú er þetta orðið andlag á því að sögnin að hitta er áhrifssögn en sögnin að vera er áhrifslaus. Og eins og við höfum talað aðeins áhrifssagnir geta framkallað andlag. Þetta til dæmis er ekki heldur andlag, hann er skotinn í Jónu, því að þó að Jóna sé þarna vissulega í aukafalli, þá er það ekki út af sögninni, heldur út af forsetningunni. Og forsetningar framkalla ekki andlag, aðeins sagnir. Jóna þarna er forsetningarliður, þar sem forsetningin og fallorðið sem forsetningin beygir er kallað forsetningarliður. Og við fjallaðum það sérstaklega annars staðar. Tökum þetta saman. Andlag er fallorð sem áhrifssögn sett í aukafall. Það getur verið eitt orð eða fleiri og tvö dæmi. Ég kýldi þig, ég sendi þér pakka.